Komiði blessuð og sæl, við erum velkomin í Key of Marketing podcastið Föngum viðskiptavinni saman. Við erum með Elvu Dögg Ragnarsdóttur, sölustjóra hjá Ferðaeiginu. Velkomin. Takk. Já, þá getur kannski bara byrja aðeins að segja frá þér og hvað þú að gera upp á síkastið og bara svona bakgrunn þinn. Já, ég er sem sagt búin að vera að vinna í ferðaþjónustu núna senstu 10 árin. Ég hef unnið á 2 fjölskyldum hótelum í gestamóttöku og sem bókunarstjóri. Og núna seinast áður en ég varð sölustjóri á Ferðaeiginu var ég svona luxury travel agent hjá fyrirtæki sem heitir Nordic Luxury. Þannig að ég myndi segja ég sé svona sérfræðingur í að búa til ferðir bæði Ísland og alla Skandinavíu. Og já, var svo ráðin núna í apríl sem sölustjóri á Ferðaeiginu. Bæði til að koma inn með þekkinguna á ferðaþjónustu almennt á Íslandi og reyna að ná inn nýjum kunnum gegnum mín tengsl. Ok. Snillt, herrið, aðeins til að létta lundir, þá ætlum við að byrja inn á hraðaspurningum. Ertu tilbúin? Já. All right. Hvað ertu lengi að keyra 60 km ef þú keyrir á 60 km hraða? Þið eru svo leiðilega, sko. Í alveg. Þetta var í atvinnuviðtalinu ykkar. Takk fyrir að ráða mig ekki. Og ég svaraði þessu ekki og ég ætla ekki að svara þessu. Jæja. Ja, Coke eða Pepsi? Coke. Hugleiðsla eða lesa? Lesa. Uppáhaldsmynd? Notting Hill. Lýstu stafrænni markaðsendingu í einu orði? Glamour og Instagram. Hvað finnst þér óþolandi? Ég veit ekki. Ekki margt, sko. Vondlykt. Okay. Hvað drekkur á djáminu? Gin and tonic. Hvað er helmingur á aldrinum þínum í dag? 15 ára. Hvað samfélagsmiðill verður stærstur eftir 10 ár? Örugglega Glænýr. Já. Ef þú mættir velja einn ofurkraft, hvaða ofurkraftur væri það? Ég myndi vilja geta lesið hugsanir því ég er svo forvitin. Já, ok, geðveikt. Hæru, þetta var hraðaspurningar, þú stóðst bara frábærlega. Takk fyrir það. Já. Gott hérna, já. Skemmtileg fyrsta spurningin allavega. Glæsileg. Já, herri, hérna, já. Ferðaeyjan, getur aðeins sagt hérna okkur og hlustundum bara svona hvað þið eru að gera og já, bara eins hana. Já, Ferðaeyjan var sem sagt stofnað í miðjum COVID-faraldrinum í fyrra þó ég hafa bara komið inn í ár en þetta var sem sagt hugmyndin þeirra var að búa til bókunarvél fyrir Íslendinga til að bóka hótel á Íslandi sérstaklega í COVID þar sem að fólk gæti ekki farið erlendis að reyna að bústa eins upp íslenska markaðinn og gera þetta svona aðeins greiðara því að ég held að mjög margir gerir sér ekki grein fyrir því að með því að nota Expedia og Booking.com þá erum við bara að senda peninga á landi og Íslendingar að bóka íslensk hótel í gegnum þessar bókunarsíður er bara algjörlega galið en samt alveg mjög mikið að gerast. Já. Og þegar okkur langar svolítið að breyta þessu í dag erum við með sem sagt heimasíðu með bókunarvél. Bókunarvélin er ekki frábær út af því að í dag getum við eingöngu tengst eignum sem starfa með GoTo sem er íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki. Já. En í framtíðinni þá ætlum við að vera með örvisleiðuvél þannig að við getum tengst öllum. En já, það er svona hugmyndin á baku þetta og þóknunarprósentin okkar líka töluvert lægri en Booking. Bookingin til dæmis að taka 20% commission þegar þeir bóki ekki um það og menn við erum að bjóða fyrirtækjum að vera með 8% söluþóknun til okkar. Já, ok, snill. Hvernig hafa verið að kynna það og hvernig hafa viðtökurnar verið? Viðtökurnar hafa verið mjög góðar. Í dag höfum við bara hringt í eignirnar og kynnt okkur þannig og auðvitað erum við að samfélagsmiðlum, við erum að ágætisfylgja Facebook og vorum að gjafaleg núna til að bústa því aðeins upp. En já, eins og segi, þetta er bara símsala, basically, það sem við erum að gera í dag. Það er aðferð sem ég ætla ekki að segja frá, þannig að við getum fundið eignirna sem er tengdar GoTo og þá bara haft samband bara við þær. En já. Right, já, og þið, hérna, já, voruð að lunsa nýri síðu. Hvernig er það ferli búið að ganga og hvað eru svona hérna næstu skref? Þetta var nefnilega mjög fyndið því þetta er eiginlega bara svona skyndiákvörðun. Annar yfirmaður minn sýndi mig bara svona layout því við erum að nota WordPressi sýndi mig bara eitthvað svona nýtt layout hann eitthvað herði ég á þetta ég kannski bara breyta heimasíðun okkar ég bara, herði já, ég held að vera snilt og þegar núna erum við með svona
hún í smá bloggformati en leitavélin samt ennþá inni og auglýsingagluggar. Áður var hún bara svolítið ljót til að vera hreinskilin en hún var ótrúlega basic. Þú veist, það engin forritar að vinna þarna en eitt svoleiðis. Við erum bara að gera þetta, við erum bara að læra as we go í þessu heimasíðugerð, skilurðu. En það þetta ekkert það flókið en já, svo ákveða að setja breytinni og landsinn sensta 50 dag og núna miklu meiri tekjumöguleikar fyrir okkur út eða við erum bara svona að sjá núna getum við til dæmis selt umfjallanir við getum haft sambandi fyrirtæki viltu auglýsa fyrirtæki þú veist, þú borgar x uppæð og ég gerir blogg fyrirtæki með myndum og hvernig á að bóka hjá okkur og þá getum við tengst betur svona afþreyingaraðlum út af við erum endursalaðli í gegnum ferðaskrifstofu fyrir afþreyinguna en þú veist, við erum að fá ótrúlega lítið út úr því en þannig getum við aukið tekum möguleika okkar á að vinna með afþreyingaraðlum, ekki bara hótelum. Nei, nákvæmlega. Og já, svo er ég líka með hérna auglýsingaborða, er það ekki? Já, við erum sem sagt líka í samstarfi mbl.is og erum með leitavélina okkar þar inni til að gera okkur meira sýnileg, en hins vegar það undir þarna ferðalaga flipanum, þannig að fólk þarf að fara inn í það til að geta séð okkur. En við erum líka endursöluaðilar fyrir auglýsingar hjá mbl.is, þannig að við höfum líka verið að bjóða fyrirtækjum sem er í samstarfi við okkur að kaupa auglýsingar inn á mbl. Já, ok. All right. COVID, ef við kannski tölum aðeins það, hvernig finnst þið það búið að hafa haft áhrif á bara markaðsgeirann? Náttúrulega COVID var til þess að ég er ekki lengur í seinsta starfinu mínu. Nei. Ég var að selja ferðir útlendinga til Íslands, gekk náttúrulega bara ekki upp lengur þegar enginn gat ferðast. Þannig að en COVID hafði náttúrulega mjög góð áhrif á ferðina að hugmyndin bara kom upp í COVID og svona þetta, en ég held samt, mér finnst COVID þá er fólk búið að leita svona ódýrari leið til að auglýsa sig mikið og eru rosalega mikið bara í því að bústa á Facebook og Instagram og ég held að það sé kannski ekkert alveg besta leiðin til að markaðsetja sig og líka bara þarna einmitt annað sem þeir eru kannski ekki að hugsa að peningurinn að fara út með því að vera að nota þetta en ekki til dæmis vefmiðlana eins og vísi.is eða mbl.is en auðvitað fyrir þetta líka eftir hvað markaútbreiðin ungir krakkar eru kannski á Facebook eða svona allavega kannski ekki eldgamalt fólk eitthvað sko auglýsingar á Facebook en þú nærið til miklu breiðara hóp sem þú ert að nota einmitt vísi eða mbl eða eitthvað slíkt sko. Já, finnst þið betra að vera frekar á íslensku miðlunum? Náttúrulega fólk var líka að hugsa íslenskt hagkerfi. Það þýðir ekki bara eyða, eins og ég er búin að sjá núna, mér finnst hótel til dæmis vera svolítið neikvæð í því að auglýsa til Íslendinga og markaðsetja sig á Íslandi fyrir Íslendinga að þeir núna kemur smá vonarglæta að túristin sé að blossa upp aftur hjá erlendum meðlum og þá þeir bara, nei, ég er ekki tilbúin í þetta, ég ætla bara að markaðsetja með erlendis. Og mér finnst það svolítið skrítið og ekki nóg gott. Því að í mörgum tilfellum þessu fyrirtæki á lífi út af því að Íslendingar bókuðu hjá þeim í COVID. Mér finnst þetta eru mínar einskoðanir, ekki minnina minnar, en mér finnst þetta svolítið vanvirðing. Já. Svo er náttúrulega líka breytingar. Fólk eru oft hrætt við breytingar. Já, algjörlega. Og eitthvað sem hefur verið að ganga áður, en það var ekki aðalega á erlendum túrista. Og þannig maður skilur þetta alveg. Já, algjörlega. Money talks. En já, maður náttúrulega hugsa íslenska hagkerfi. En þessi stærri keðjur og svona, eru það að vinna með hvernig viðmóti frá þeim? Finnst þið það öðruvísi eða er það svipað? Sko, þetta smá erfitt akkurat núna. En svo Iceland hótelin, þau eru að fara í gegnum mikla breytingar með eigendaskiptum og annað. Þannig að það svona, þau eru bara í smá dvala, myndi ég segja, í þessu málum. Eða, þú veist, en ég hef allavega ekki fengið neinn viðbrögð frá þeim þegar ég hef reynt að hafa samband. Við erum í sambandi við Keja Hótel og þau eru mjög jákvæð gagnvart þessu verkefni. Og svona flestir eru alveg jákvæð gagnvart verkefninu en kannski ekki tilbúnir að leggja peninga í það. Nei. Og borga okkur fyrir það sem við viljum gera. Og það þá birtingarinn á vísi, en ekki alveg tekjumódelinu. Er það ekki 8% og er það svo eitthvað meira? Eins og við erum að fara í dag, þá það umfjallanir og við erum búin að gera samning við annan miðil heldur en mbl.is upp á að gera svona umfjallanir sem eru meira sýnilegar, sem birtast á heimasíðun okkar og inn á öðrum miðli, sem eru svona svolítið stærra dæmi
af því að við verðum heildsölaðilega á auglýsingum fyrir annan miðil og þar munur líklega mestu tekin að koma í bili. Við erum að fara í fleiri verkefni í haust og svo líka bara erum við að skoða að breyta sér í þóknun í eitthvað fast gjald og það er svolítið erfitt að við getum ekkert garantíð að einhver muni bóka í gegnum bókunarvélan okkar. Auðvitað erum við að trakka það en það er svo auðvelt að þú sást þetta kannski á bókunarvélan okkar, leist vel á þetta, svo ætlar að fara að bóka seinna og þá er svo auðvelt fyrir að fara bara beint inn á heimasíðuna hjá þeim aðalega að bóka. Já, auðvitað, já, þú bókar ekki gegnum, þetta er ekki alveg eins og booking. Jú, þú getur gert það sko, en þú veist, en þú verður líka að hugsa það að fólk þarf ofta að skoða svolítið oft áður en að það ákveður sig. Já. Og þá það kannski búið að sjá eignina hjá okkur og eitthvað svona já flott, spá maður í þessu, en svo manna bara já, ég var að skoða hérna landhótel og fer það bara inn á landhotel.is í staðin fyrir að fara inn á ferðaðin.is, aftur leita vel og leita landhótel, þú veist. Já. Þannig að það er alveg svona smá challenges í þessu. En hvernig þið að reyna, þú veist, þið ekki að reyna að vinna í því að markaðsetta ykkur þannig að þið séu svona fyrstir sem fólk fer inn á til að bóka hótel? Algjörlega, það er alveg stefnan í framtíðinni. Í dag þá leitavélan okkar ekki frábær og við vitum það alveg og þar alveg erum við ekki jafn mikið að leggja áherslu á hana eins og við ættum að gera. En bara í mjög náinni framtíð kemur ein ný leitavél hjá okkur sem er bara algjörlega frábær og mikið notið erlendis. Já, við erum svo sett að gera samninga við aðla úti til að hjálpa okkur með svona rásastillingar og annað sem maður þarf að hafa í huga þegar maður sem að virkar með booking.com og svona. Ok, já. Já, þannig að þessi vara ekki alveg tilbúin fyrir... Nei, hún var, eða þeim fannst hún bara fín til að byrja með, skiljur, en núna er kannski bara aðeins stærri sín komin í gang og ég er náttúrulega komið inn með miklu meiri þekkingu á ferðaþjónustu heldur en þeir hafa. Bakgrunnur yfirmannum minna er ekki í ferðaþjónustu. Nei, svo er það líka oft þannig það sem að þú veist, fyrirtæki, þú veist, byrjar einhvern veginn og svo breytist það eins og svo breytist það. Þannig að maður er svolítið bara svona að þróast þessi góð, sko. Við erum bara rúlandi frá degi til dags með einhverju hugmyndir, sko. Já, það er trúið því. Hvernig hafið þið verið að kynna ykkur núna? Þú veist, bara cold calling eða byrtingar á, fáið þá kannski byrtingar á vísi eða? Við vorum að klára gjafaleiki samstarfi K100 og þá vorum við með auglýsingar í útvarpi. Okay. Síðan erum við, í viðskiptavinu er ég bara að hringja beint og segja bara hæ, ég er frá ferðaðinni. Já. Og svo sendi ég bara e-mail í kjölfarið og sýnið þeim betur eins og það er rosalega gott fyrir okkur í dag að vera í samstarfi við mbl.is til dæmis og K100 út af því að það er svona ákveðin traustvekjandi tilfinning að vera í samstarfi við svona stórt fyrirtæki sem allir þekkja. Já. Að þeir hafi trú á okkur, það svona hjálpar okkur að fá aðra til að hafa trú á þessu verkefni. Og við finnum alveg fyrir því algjörlega. En já, það er bara, annars sest ég bara niður og ringi símtöl hingað og þangað og samstarfsmenn minn líka. En við höfum einmitt verið að leita sölumanni í teimið sem að ég er meira svona, ég er rosalega mikið fyrir bara að senda tölvupósta og gera allt þannig. En sem er tilbúin til að bara ringja og svona spjallari. Já. Ég er ekki. Nei, ég skilji. Samt að spjalla núna. Já. Við hittum að spjalla stundum. En já, það er svona súlhlið og svo er það kannski með aðra markastrategíu fyrir, þú veist, fá fólk til að nota, bara neytendur til að nota leitavélina. Já, algjörlega. Náttúrulega leitavélina er þarna inn á mbl.is og þá hefur við hvatt fólk til að nota hana þar gegn eða inn á síðan okkar. Og ég veit ekki alveg að við erum að nota á Facebook til að markaðsetja okkur en ekkert að eða einhverjum gríðalegum peningum í það. Og svo er ég svona að reyna að rífa Instagram að gangin okkar upp í gang og að vera að reyna að posta eitthvað í story og svona og svo við vorum í samstarfi áhrifavald sem að skila okkur alveg 300 fylgjendum með eitthvað og erum að fara í samstarfi fleiri. Svoleiðis til að fá bara fylgjenda fjölda því að náttúrulega miðlarnir verða alltaf verðmættir eftir því sem meiri fylgjendur. Já. Eru þið með einhvern póstlista til að halda þetta? Við erum póstlista og við sérstaklega lögum áherslu á hann þegar við vorum með hann að gjafaleik daginn. Það var sko risastór gjafaleikar, við erum að tala vinninga basically gastu farið hringferð landið eða vannst leikinn og þar vorum við skildu að skrása póstlista en það gerði það ekkert allir og ég skilði alveg. En við erum með eitthvað 2800 póstlista í dag.
Já, sem snillt. bara allt í lagi. Já, Hvaða kerfi er nú notið þið? Ég man það ekki, það er ekki mail sem fallega. veitum við það. Já. Ok. En já, hérna, ef við getur sagt svona teymið, hvernig það vinnur saman. Já. Það er bara, við sitjum sem sagt yfirleitt 3 á skrifstofunni og svo er einn annar sem er með okkur en hann er líka að gera annað. Þannig að við sitjum 3 og bara frá degi til dags að mjög erfitt, það er bara mjög breytilegt. Það er bara, við erum kannski bara eitthvað að vinna, ég kannski bara hann eitthvað auðlýsingar eitthvað fyrir Instagram eða eitthvað og svo kemur hinn bara eitthvað, heyrðu, hvað ef við gerum þetta? Og þá svona, já, ok, það getur sniðugt. Eða svo kem ég og segi, nei það gengur ekki. Ég er algjörlega þarna til að draga þá neyra á jörðina, sko. En ég sagði líka áðan reyða mig, ég er mjög raunsæ. Ég er ekki rosalega eitthvað dreymin hlutina. Ég bara, þetta mun ekki ganga, svona er þetta eitthvað. En við erum núna að vinna að verkefni með Vísi. Svo erum við að fara að henda á stað leik á Instagram til að fá fleiri fylgjendur þar, út af við erum ekki með neitt rosalega marga fylgjendur þar. Og það er svona það sem ég er búin að vera að vinna í frá degi til dags, gera. Og svo bara er ég alveg duglega að reyna að setja í story þá samstagsala sem við erum komið með, gera auðlýsingar fyrir þá og reyna að gera þá aðeins sýnilegri. En það er bara, já. Ok, snillt. Já, þú ert búin að vera ágætlega virk á LinkedIn. Hvernig finnst þér það sá miðill? Sko, ég mun nýlega að byrja að vera virk á LinkedIn. Ég er svona aðeins að reyna að gera mig sýnilegri út af ég var atvinnulaus í 7 mánuði. Og já, ákvað að prófa svona og tengjast bara fólki sem er annarkvort að vinna við svipa og ég eða það sem ég hefur verið að gera eða það sem ég langar að gera. Já. Og það hefur bara gengið ágætlega. Mér finnst samt ekki, ég er ekkert að fá neitt rosalega mikið feedback ef ég er að posta eitthvað eða eitthvað svoleið, sko. Nei, maður þarf að vera virkur til að mynd fá það. Mér finnst eitthvað ekki það margir verið að sjá þetta, en ég reyndar ekki heldur, ég er bara með eitthvað 200 og eitthvað fylgjendur á LinkedIn, sko. En já, þetta er bara svona, já, ég er að reyna að sækja mig bara tækifæri þar sem að ég get að gera mig, markaðsetta sjálfa mig, sem einhverja vöru, svo að fólk vilja ráða mig í vinnu, líka bara í framtíðinu, og þegar mér langar bara að vera stjórnandi í fyrirtæki í framtíðinu, mér langar ekki, þess vegna hætti ég í því sem ég var að gera, þú veist, eftir að mér er sagt upp, ég ætla aldrei eftir að gera þetta, sko. Nei. Gekja. Ok, vel gert. Ég ég held að það sé bara fínt, sko. Já. Ein spurning í viðbót, kannski að þú ert með svar við því. Hvað er að fyndnasta sem þú hefur lent í starfi? Ég lendi nú ekki mörgu eitthvað að finna sem ég er að vinna, en ég vinn svo líka sem þjónn á kvöldin á svona fine dining veitingastannir í bæ. Og daginn kom mjög þekkt par með vinafólki sinna inn og ég misti drikkinn þeirra yfir allt borðið. Svona í mómentinu var það ekki fyndið, það var bara algjör panik, skilur, en svona eftir að væri bara frábært. Þetta er eina skipti sem ég lendi í, svo þurfti akkurat að vera þetta fólk bara sem allir vita hverju eru. Já, það er gott að lendi því. Maður er að prófa það. Jeps. Já, takk fyrir að koma og tala við okkur. Já, takk fyrir að vera að koma. Bara það var... Við fylgjumst með þessu. Fræðilegt. Þetta er spennandi. Algjörlega.